Veröld sem var, 12. kafli, haldið heim. Frá rökrænu sjónarmiði gat ég ekki framið verra glapræði eftir ófarir þýsku og austurísku herjanna en að hverfa heim til þess Austuríkis nú birtist á Evrópukortinu eins og óljós og andvana skuggi keisaraveldisins liðna. Tékkar, Pólverjar, Ítalir og Slóvenar höfðu hrifsað burt lönd sín. Eftir var lemstraður líkami með blæðandi benjar. 6 eða 7 milljónum manna var þröngvað til að kalla sig þýska austuríkismenn og þaraf voru 2 milljónir hnappsetnar í höfuðstaðnum aðframkomnar af vosbúð og sulti. Iðjuverin sem áðu mólu landinu gull voru nú á erlendri grund og járnbrautirnar orðnar hörmulegir stúfar. Þjóðbankinn hafði verið sviptur gullforðanum en sligaðist í staðinn undir drápsklyfjum stríðskulda. Enn var eftir að draga landamörkin enda var friðarfundurinn naumast sestur á rökstóla. Stríðskaðabætur höfðu ekki enn verið ákveðnar og þurrð í landinu af kornmat, brauði, kolum og olíu. Var ekki annað sýnna en draga hlyti til byltingar eða annara geigvatna stórtíðinda. Öll mannleg rök hnigu gegn því að þetta ríki sem sigurvegararnir höfðu tildrað upp yrði fært að standa á eigin fótum og allir stjórnmálaflokkar, jafnaðarmenn, kaþólski flokkurinn og þjóðurnir sinnar voru á einu máli að það óskaði alls ekki eftir að vera sjálfstætt. Ég veit engin dæmi þess að slíkt öfugmæli hafi áður heyrst í veraldarsögunni að nokkru ríki væri nauðgað til sjálfstæðis sem það lagðist öndvert gegn. Austuríki vildi annarkvort sameinast aftur hinum gömlu grannlöndu sínum eða frændríki sínu Þýskalandi en fyrir engan mun lifa áfram á bónbjörgum við slík örkuml og smán. Nágrannaríkin vildu hins vegar ekki vera í neinum efnahagslegum tíum við þetta Austuríki, bæði að því þau töldu það of fátækt, svo og af ótta við endurkomu Habsborgarana. Bandamenn bönnuðu því á hinn bóginn að sameinast Þýskalandi svo að hið sigraða þýska ríki yrði ekki of öflugt. Því var afráðið að lýðveldið Austuríki skyldi vera áfram í tölu ríkja. Landi sem vildi ekki vera við lýði var fyrirskipað þú skalt vera til. Var þetta ekki einsdæmi í veraldarsögunni? Ég get naumast gert grein fyrir því lengur hvað knúði mig til að snúa ótilkvæddur heim, þótt þar væri meira hallari en dæmi eru til í nokkur landi. En sannleikurinn sá að okkur sem urðum fulltíða árin fyrir ófriðin hafði verið innrætt alveg takmarkalaus skyldurækni. Við trúðum því að þegar í slíkar nauðir ræki værum við vandabundnari en ella ætt okkar og átthögum. Mér fannst einhvern veginn lítilmannlegt að renna af hólmi fyrir þeirri vá sem var fyrir dyrum. Og sem höfundur Jeremíasar taldi ég mér beinleinis skylt að hjálpa þjóðinni til að komast yfir ósigurinn. Á ófriðarárunum var mér ofaukið heima en eftir ósigurinn fannst mér ég vera það réttur maður á réttum stað, ekki síst vegna þess að ég hafði með andstöðu minni gegn stríðsþófinu unni mér nokkur traust, einkum meðal æskulýðsins. Og jafnvel þótt ég gæti engu áorkað þá var það að minnstakosti hugarléttir að bíða með öðrum það skipbrot sem fyrirsjáanlegt var. Þessar mundir útheimti ferðalag til Austuríkis, svipaðan undirbúning og heimskautsleiðangur. Menn urðu að hafa meðferði skjólgóðan ullarfatnað því allir vissu að handan við landamærin voru engin kol til, en vetur fór í hönd. Skóna lét maður sóla því þar var ekki völ á öðru en trésólum. Ferðamaðurinn tók með sér frá Sviss eins mikið af vistum og leyfilegt var til að verða ekki bjargarlaus meðan hann beið eftir matvælaskammti. Menn tryggðu farangur sinn eins hátt og kostur var því flestir farangursvagnar voru rændir en óbætanlegt tjón að missa skó eða flík. Í eitt skipti hef ég annars búið mig þannig í ferðalag en það var í Rússlandsförina 10 árum seinna. Í landamærabærum Buchs, þar sem fögnuðurinn kom yfir mig árinu áður, var ég eitt augabragð á báðum áttum, á síðustu stundu hvarflaði að mér að snúa aftur. Ég fann að ég stóð nú á krossgötum, en að lokum fór þó svo að ég valdi mér hið erfiðara hlutskiptið. Ég steig aftur inn í lestina. Við komu mína til Buchs ári áður lifði ég áhrifaríka stund.
Nú við heimkomuna átti ég í vandum aðra slíka sem var mér ekki síður ógleymanleg. Það var í Feldkirch, Austurríkismegin við landamærin. Strax og ég steig úr lestinni varð ég var við einkennilegan óróleika meðal landamæravarða og lögregluþjóna. Þeir skiptu sér lítið af okkur og skoðuðu farangur okkar í mesta flustri, bersýnilega var eitthvað merkilegra á seiði. Loks var stöðvarklukkunni hringt til marks komu austurrískra lestar. Lögregluverðir tóku sér stöðu og stöðvarþjónar þustu út úr byrgjum sínum. Konur þeirra þyrptu saman á brautarpallinum, höfðu sýnilega hlerað eitthvað, en einkanlega var mér starsýnt á aldurhnigna frú svartklædda sem var þarna í fylgd með 2 dætrum sínum. Eftir fasi og klæðaburði að dæma virtist þetta vera heldri kona. Henni var sýnilega mikið niðri fyrir og var alltaf að bera vasaklútinn upp að augunum. Hægt og alltaf því tignarlega seig lestin inn á stöðina. Hér var engin hversdagslest á ferð, ekki þessir niðurnýtu veðurbörðu farþega kuggar, heldur svartir breiðir vagnar. Þetta var bersýnilega viðhafnarlest. Eimreiðin nam staðar. Það fór ís hópinn sem beið, en ég var enn engu nær hvað var að vera. Í sömu andrá kom ég auga á Karl keisara Austurríkis ásamt frú sinni svartklæddri, Tsítu drottningu. Mér var fellt við, síðasti keisari Austurríkis, kynborinn arfi Habsborgarættarinnar sem hafði ráðið hér ríkjum í 700 ár, var að yfirgefa ríkið sitt. Enda þótt hann hefði neitað að segja formlega af sér, hafði lýðveldisstjórnin leyft honum eða öllu heldur neitt hann til að láta brottför sína fara virðulega fram. Nú stóð þessi hái alvarlegi maður við gluggann og renndi augum í hinsta sinn yfir fjöllin, húsin og fólkið í landinu sínu. Þetta var söguleg stund og mun áhrifameiri fyrir mann sem var upp alinn við erfðavenjur keisaradæmisins. Keisarasöngurinn var fyrsta lagið okkar í skólanum og seinna þegar við vorum kvaddir til herþjónustu sórum við manninum sem nú stóð hér í borgaraklæðum, arfarlegur og hyggjuþungur, hlýðni í lofti á láði og legi. Ég hafði þrásinnis séð gamla keisaran við hátíðlega tækifæri, umleikinn allri þeirri viðhöfn sem nafntókuðu var allar jarðir. Ég sá hann hyltan á tröppum Schönbrunn hallar af 80.000 skólabörnum í Vín, umkringdan fjölskyldu sinni og hersöðingjum í gullstyrndum skrautbúningum, en barnaskarinn fyllti sér grænar flatirnar og söng í mjórómakór keisarasöng Haydns sem manni lá við að vikna. Ég hafði séð keisaran skrautbúinn á hirðdansleik og við hátíðasýningar í París leikhúsinu. Ég hafði séð hann ganga hneigðu höfði í dýradagsprósessíu til Stefanskirkju og enn fremur var ég nærstaddur þegar gamli keisarinn var borinn til hinstu hvíldar í Kapucínagrafhýsið eitt þungbúinn vetradag á stríðsárunum. Keisarinn. Þetta orð var okkur samnefnari alls auðs og valds og táknum óforgengileg Austurríkis, enda voru við frá barnæsku vanin á að nefna það með andakt. Og hér sá ég arftaka hans, síðasta Austurríkiskeisaran, fara burt útlaga úr landi sínu. Hinum langa valdaferli Habsborgaranna sem höfðu aldaraðir skilað tignarmerkjum ættarinnar mann fram að manni lauk á þessari stundu. Allir fundu að þeir voru að lifa örlaga stund í sögu heimsins. Lögregluverðirnir og hermennirnir fóru hjá sér og litu undan hálfsneiftir því þeir vissu ekki hvort þeir máttu votta keisaranum virðingu sína eins og venja var til og konurnar voru niðurlútar. Enginn mælti orð af munni en allt í einu mátti greina niðurbælt snöggt frá svartklæddu konunni, hamingjan má vita hvað hún var langt að komin til þess eins að sjá keisaran sinn einu sinni enn. Loks gaf lestarstjórinn merki. Öllum brá, nú var úrslita stundin upprunnin. Eimreiðin tók snöggt viðbragð líkt og jafnvel hún yrði að harka af sér og lestin seig af stað. Starfsmennirnir horfðu á eftir henni með lotningu. Síðan hurfu þeir aftur til vinnustöðva sinna hálf kindarlegir líkt og menn eru stundum við jarðarfarir. Á þessari stundu var 1000 ára skeið keisaraveldisins á enda runnið í raun og sannleika. Ég vissi að það Austurríki sem beið mín var allt annar heimur.
Strax og lestin var horfin í fjarskan var manni skipað að fara út úr snirtilegu svissnesku vögnunum og inn í þá austurísku. Ekki þurfti nema að stíga fæti sínum inn í austurísku vagnana til að sjá hvað yfir þetta land hafði dunið. Lestarþjónarnir vöfruðu vagnana mergsognir og illa til reika og einkennisfötin héngu utan á þeim í tötrum. Leðurspeldin á gluggunum höfðu verið skorin af því hver skinnbót var dýrmætt. Ránsmenn höfðu farið hnífum og byssustingjum sætin og einhverjir óbrútnir náungar sem þurftu að láta bæta skóna sína höfðu rifið stór stykki úr fóðrinu. Öskubökkunum hafði verið stolið því að í þeim var ögn af verðmætum málmi. Með haustgjólunni barst brotnar vagnrúður sót og eimirja úr brúnkólahroðanum sem notaður var til að kynda imriðarnar. Þessi óþverri settist á gólf og veggi en þó var bót í máli að stybban yfirgnæfði sótthreinsunardaunin sem myndi á það að í þessum vagnskriplum höfðu verið fluttir sjúkir menn og særðir á stríðsárunum. Annars var mest að furða að lestin skildi yfirleitt mjakast áfram. Hvenær sem eitthvað linnti á ískrinu í ósmurðum hjólunum vorum við á glóðum að vélarhróið væri nú að gespa golunni. Leið sem var farin áður á klukkutíma tók nú 4 stundir eða 5 og eftir að skyggja tók var setið í myrkri. Ljósaperur voru brotnar eða hafði verið stolið og ef leita þurfti að einhverju var að þreifa sig áfram við glætu frá eldspýtu. Menn héldu á sér hita fyrir það að 1 að 6 eða 8 manns var þjappað saman á hvert bekk. En strax á næstu stöð tróðust fleiri og fleiri inn í lestina, allir uppgefnir af langri bið. Gangar voru tróðfullir af farþegum og menn húktu jafnvel á vagnþrepunum úti í náttkulinu þó komið væri undir vetur. Auk þess hélt hver og einn dauða haldi í farangur sinn og nestispingil því enginn þorði að láta neitt hendi fyrr í myrkrinu andartaki lengur. Ég var sem sé kominn úr höfuðstöðum friðarins og inn í ógnir stríðsins sem átti þó að heita garð gengið. Þegar við áttum skammt ófarið til Innsbruck fór allt í einu að heyrast hrygla í imreiðinni og hversu þunglega sem hún blés og dæsti tókst henni ekki að komast upp lága atlíðandi brekku. Brautarþjónarnir æddu fram og aftur í myrkrinu með ósandi ljósker. Hjálparimreið kom ekki á vettvang fyrir en eftir klukkutíma og meðal annars fyrir þessa töf tók ferðin til Salzburg 17 stundir í staðinn fyrir 7 eins og venjulegast var. Á stöðinni fyrirfannst hvergi burðarmaður. Loksins buðust nokkrir tötralegir dátar til að koma farangrinum á vagn en dráttarklárinn var svo gamall og kvalinn að kerrukjálkarnir virtust fremur halda honum uppréttum en honum var í ætlandi að draga vagnin. Mér þótti óvænlega horfa að þessi hryggðarmynd myndi orka að draga vagnin fullfermdan og fékk því föggur mínar geymdar á stöðinni þó ég byggist raunar allt eins við að sjá þar aldrei framar. Á stríðsárunum hafði ég keypt mér hús í Salzburg því þegar greinir urðu með mér og fyrrivinum mínum vegna ólíkrar afstöðu til stríðsins fór ég að hafa huga á að draga mig út úr skarkala stórborga. Sú ákvörðun átti eftir að reynast hallkvæm starfi mínu. Salzburg fannst mér ákjósanlegust allra smærri borga í Austurríki, ekki aðeins fyrir náttúrufegurð, heldur einnig að því hvernig hún var í sveit sett. Hún var við landamærin hálfrar 3 stundar ferð frá München, 5 stundar ferð frá Vín, 10 stundar ferð frá Zürich og Feneyjum og 20 stundar ferð frá París. Í fáum orðum þaðan var tilvalið að taka sig upp í ferðalög til ýmissa Evrópulanda. Þá voru tónlistarhátíðarnar ekki búnar að gera hana að samskundustað frægra manna og alls konar dindilmenna. Þá hefði ég ekki sest þar að. Hún í undirhlíðum Alpafjallana þar sem þýska láglendið að taka við og var í þann tíð dreymin og fornlegur smábær. Lági skógarásinn þar sem húsið mitt stóð var, ef svo mætti segja, síðasti öldugári þessa volduga fjallgarðs. Það var ekki bílfært upp á hæðina, heldur varð að ganga eftir 300 ára gömlu einstígi sem var á annað 100 þrep. En sá sem lagði á brattan hlaut að erfiðis launum unaðslegt útsýni yfir þök og stafna þessara turnbrúðu borgar. Í baksýn blöstu við sögufrægir alpatindar, sjálfsagt líka Salzberg hjá Berchtesgaden, þar sem Adolf nokkur Hitler, öllum ókunnur þá,
átti innan skams að verða andbýlingur minn. Húsið var að sama skapi óhentugt og það var rómantískt. Á 17. öld hafði það verið veiðisetur erkibiskups nokkurs og var sambyggt ramlegum virkismúr. Í lok 18. aldar hafði það verið stækkað sem svaraði stofubreyt til hvorrar handar. Sýnileg merki vegsemd þess á fyrri tíð voru glæsilegt veggtjald, fornt og skrautlegur keilunöttur sem Frans keisari hafði leikið sér að þegar hann var á veislum í Salzburg 1807. Auk þess voru þar nokkur gömul bókfell með ýmsum máldögum. Þessi litla höll var svo breið fyrir stafn að hún sýndist allvegleg þó herbergin væru ekki nema 9 og sögulegt gildi hennar gekk mjög í augu gesta okkar. En eins og ástatt var dró þessi forna frægð dilk á eftir sér. Húsið var tæplega nothæfur mannabústaður. Þakið hriplag svo vatnið flæddi inn í stofurnar og þegar snjóaði myndaðist elgur í göngunum. Það var engin leið að gera rækilega við þakið því trésmiðir áttu ekki timbur í sperrur og pjátursmiði vantaði blý í þakrennur. Reynt var að bæta verstu götin með tjörupappa en þegar snjóaði var ekki annað til ráða en klifra upp á þak og moka snjónum burt í taka tíð. Síminn bilaði af því að línurnar voru úr járni en ekki eir og við urðum að rogast upp brattan með hvað eina því engin vara var send kaupendum. En þó tók kuldin út yfir en það voru kol alls ófáanlegi í grendinni og trjáviðurinn úr görðunum var of hrár til eldsneytis. Hann snarkaði og hvæsti eins og illirmi en vildi ekki loga eða verma. Við urðum að bjargast við mó, hann virtist þó að minnstakosti gefa frá sér eitthvað sem líktist yl. Í 3 mánuði varði ég að skrifa í rúminu svo krók loppin á fingrum að ég varð að smeygja höndunum undir sæng eftir hverja síðu sem ég lauk við. Samt varð að halda rækilega í þessi óvistlegu húsakynni því þetta eymdar ár bættist húsnæðiseklan við almennan skort á matvælum og eldsneyti. Í 4 ár hafði ekkert verið byggt í Austurríki en híbýli manna gengið úr sér og nú fór að flykkjast heim urmull af athvarflausum uppgjafahermönnum og stríðsföngum svo húseigundum var gert að hýsa fjölskyldu í hverju herbergi sem aflögu var. Húsnæðisfulltrúarnir komu til okkar 4 sinnum en við hafðum látið ótilkvöt af hendi 2 herbergi. Nú kom það sér vel hversu kalt og óvistlegt húsið okkar var. Fleiri vildu ekki vinna það til að kelkja upp ótal þrep og krókna síðan þegar upp var komið. Þessar mundir var manni aldrei gengið niður í bæinn svo ekki bæri eitthvað átakanlegt fyrir augu. Aldrei hafði ég áður horfst í augu við hungurvofuna. Brauðið var kolsvört mylsna með tjörukeim, kaffið var seiði af brenndu byggi, súkkulaðið eins og litaður sandur, bjórinn gulleitt glundur og frostbragð af kartöflunum. Flestir komu sér upp kanínum til að gleyma ekki alveg kjötbragði. Stráklingur einn tók upp á því að skjóta íkorna í garðinum okkar til að bæta sér í munni á sunnudegi. Hundar og kettir í góðum holdum áttu sér sjaldnast afturkvæmt ef þeir hættu sér langt að heiman. Það sem fékkst til fata var búið til úr pappír og var eftirlíking af eftirlíkingu. Karlmenn gengur langflestir í aflóga hermannafötum, jafnvel rússneskum, sem þeir höfðu fengið í herbirgðaskemmum og sjúkrahúsum og höfðu margir borið beinin í þessum lörfum. Það var engan veginn fátítt að sjá menn í buxum úr gömlum strigapókum. Við hvert fótmál blasti við manni eitthvað ömurlegt. Búðargluggar voru eins og farið hefði verið það ránshendi, múrhúðin datt eins og hrúður utan húsunum og fólkið dróst til vinnu sinnar með erfiðismunum, guggið og sultarlegt. Í sveitum var skárra til matfanga. Ráðvendni manna var almennt svo hnignað að engum bónda kom til hugar að láta smjör, egg eða mjólk af hendi við hinu lögboðna hámarksverði. Þeir földu í skemmum sínum allt sem þeir gátu og biðu eftir hastbjóðendum. Brátt kom upp ný atvinnugrein, svonefnt hamstur. Atvinnulausir menn lögðu poka á bak sér og fóru bæ frá bæ til að snappa matvæli í trássi við laugin og seldu síðan í borgunum við 4-földu eða 5-földu verði. Í fyrstu hrósuðu bændur happi yfir seðlafúlkunum sem þeir rökuðu saman fyrir eggin og smjörið enda fóru þeir að hamstra peninga.
En þegar þeir komu í kaupstaðinn með troðnar pyngjur, uppgötuðu þeir sér til sárar gremju að jafnframt því sem þeir höfðu heimtað 5-falt verð fyrir afurðir sínar, höfðu ljáir, hamrar eða katlar sem þeir ætluðu sér að kaupa 20-faldast eða 50-faldast í verði. Eftir það vildu þeir ekki annað en iðnaðarvarning og heimtuðu jafnan hlut fyrir hlut, jafnvirði af vöru. Menn höfðu með því að sætta sig við að lifa í skotgröfum horfið óðfúsir aftur í aldir að lifnaðarháttum hellismanna og nú létu þeir af 1000 ára gamalli venju peningaverslunar og tóku á ný upp frumstæð vöruskipti. Fáránlegt kaupmang hófst allt land. Borgarbúar roguðust upp í sveit með allt sem þeir gátu losað sig við, kínverska postulínsvasa, golfábreiður, sverð og skotvopn, myndavélar og bækur, lampa og skrautmuni. Væri maður gestkomandi á bóndabíli í Salzburg héraði, gat vilja til að maður stæði allt í einu augliti til auglitis við indverskan Búdda eða sæi blasa við sér rókókóskáp með bókum í velsku skinnbandi sem hinir nýju eigendur voru afar stoltir af. Ekta leður, franskt, sögðu þeir og voru hinir rognustu. Kjörorðið var muni, umfram allt ekki peninga. Margur varð að draga einbögin af hendinni og mittisólina utan af sér til að hafa fyrir nauðþurftum líkamanns. Að lokum skárust yfirvöldin í leikinn til að stöðva þessa launverslun sem engum var í hag nema þeim ríku. Í hverju héraði var vörður settur á mikilvæga staði og gerðu þeir upptækan varning hamstraranna. Hamstrararnir svöruðu með því að flytja fengsinn á næturþeli að hætti vestrænna bófa eða múta varðmönnunum sem áttu sjálfir svoltin börn heima. Stundum sló í bardaga og var beitt hnífum og skambissum, en það kunnu piltar þessir vel til vopnaburðar eftir 4 ára þjálfun á vígvelli og gátu varið flottan eftir öllum kúnstum hernaðar. Með hverri viku sem leið ágerðist óreiðan og uppnámið. Verðgildi peninga þvarr áþreifanlega dag frá degi. Grannríkin höfðu gefið út eigin seðla í stað hina austurísk-ungversku og létu dvergin Austuríki bera mest allan þungan af því að innleysa gömlu krónuna. Fyrsta merki vantrúar á gjaldmiðilinn var það að slegin mynt hvarf úr umferð, því mönnum fundust kopar og nikkelpeningar hlutkendara verðmæti en prentpapír. Eftir formúlu Mefistótelesar lét ríkið seðlaprentverk sín keppast við að framleiða sem allra mest af slíkum gervipeningum en hafði þó ekki við verðbólgunni. Þá fór hver bær og að lokum sérhvert þorp að gefa út hallarispeninga sem en litu ekki við í næstu þorpum og var seinna blátt áfram fleygt verðleysi þeirra var deginum ljósara. Hagfræðingur sem gæti lýst í lifandi dæmum þróun verðbólgunnar í Austuríki og Þýskalandi gæti áreiðanlega skrifað bók tæki hverri skáldsögu fram fjöruga frásögn því glundroðinn tók á sig fáránlegri myndir. Seinast vissi engin verðgildi neins. Verðlagið tók loftköst eftir geðþótta seljanda. Hjá glúrnum kaupmanni sem hafði hækkað verðið gat eldspýtustokkur kostað 20 sinnum meira en hjá öðrum heiðvirðari seldi vöru sína grandalaus á verðinu frá deginum áður, en hinn síðari hlaut þau laun ráðvendni sinnar að búð hans tæmdist á svipstundu því fiskisagan flaug og allir brugðu við og keyptu hvað eina sem falt var, hvort sem þá vanhagaði það eða ekki. Gullfiskur eða sjónaukaskryfli taldist jafnvel til vöru og allir vildu vöru fremur pappír. Hlálegast var ósamræmið varðandi húsaleigu, en þar hafði stjórnin bannað alla verðhækkun til hagsbóta fyrir leigjendur sem voru allir þorri manna en til tjóns fyrir húseigendur. Ársleiga eftir meðal íbúð varð bráðlega lægri en andvirði einnar máltíðar. Í rauninni bjó almenningur í Austuríki að mestu leigulaust í 5 eða 10 ár, því seinna var líka bannað að byggja mönnum út. Af þessum vitfirta glundroða leiddi að ástandið varð fráleitara og siðspiltara með hverri viku. Sá sem hafði aurað saman í áratugi og þar að auki verið svo þegnilegur að leggja sparifé sitt í stríðskuldabréf komst nú á vonar völ. Hinn sem var skuldum vafinn varð laus allra mála. Sá sem fór að fyrirmælum matvælaskömmtun svalt heilu hungri en hinn sem hafði þau að engu át næju sína. Sá sem kunni að múta kom ár sinni fyrir borð
og braskarinn græddi á tá og fingri. Maður sem seldi í réttu hlutfalli við innkaupsverð var féflettur og sá sem var nákvæmur í reikningshaldi lét pretta sig. Engin mælikvarði og ekkert gildi stóðst þessa upplausn og uppgufun gjaldmiðilsins. Eina dygðin varð sú að vera útsmogin, séður og samviskulaus, að stökkva ótemjunni á bak í stað þess að láta hana tróða sig undir hófum. Meðan Austurríkismenn voru að missa sjónar á sérhverju mælikvarða í gerningaveðri fjármálanna höfðu ýmsir útlendingar komið auga á að fiska mátti í þessu grugguga vatni. Hið eina sem hélt óbreyttu verðgildi í landinu þau 3 ár sem verðbólgan geisaði var erlendur gjaldeyrir. Meðan austurríska krónan varð að hjómi í höndum manna vildu allir eignast svissneska franka og bandaríkjadali, en fjöldi útlendinga gerði sér dýrtíðina að féþúfu og lagðist á náinn af austurrísku krónunni. Austurríki var uppgötvað og nú skall yfir landið óheillavanlegur ferðamannastraumur. Öll gistihús í Vín voru krökk af þessum hræfuglum. Þeir keyptu alla skapaða hluti, allt frá tannburstum upp í landeignir og létu greipar sópa einkasöfn og fornmunaverslanir áður en eigandurnir gátu átta sig á hvernig þeir höfðu verið hlunnfarnir og rúnir inn að skyrtunni. Lítilsildir hótelsveinar frá Sviss og hollenskar skrifstofustúlkur bjuggu í dýrustu viðhafnar íbúðum gistihúsana við Ringstrasse. Ég get borið eitt sem ótrúlegt kann að virðast að hið fræga auðmannagistihús Hotel de l'Europe í Salzburg var lengi vel haft á leigu fyrir breska atvinnuleysingja. Þarna höfðu þeir ódýrara framfæri af hinum ríflegu styrkjum sínum en í fátækra hverfum heimalandsins. Allt hvarf sem ekki var múr eða naglfast. Sú hvalsaga flaug allar jarðir hversu ódýrt væri að búa í Austurríki og hvílíkt reifara kaup mætti gera þar. Gírugir ferðalangar komu allt norðan úr Svíþjóð og vestan af Frakklandi og í miðhverfum Vínar heyrðist meira töluð ítalska, franska, tyrkneska og rúmenska en þýska. Þýskaland notaði einnig ríkismörk sín til að maka krókin á hruni austurrísku krónunar en þar fór verðbólgan hægar í fyrstu þótt hún yrði víst áður leiki margfalt meiri en hjá okkur. Í Salzburg sem var landamærabær gafst mér gott færi á að fylgjast með þessum daglegu ránsferðum. Bæjarar úr næstu borgum og þorpum streymdu hundruðum og þúsundum saman yfir landamærin inn í smábæin okkar. Þar létu þeir sauma sér föt og gera við bílana sína, leituðu lækna og fóru í lyfjabúðir. Stórfyrirtæki í München spöruðu burðargjald með því að póstleggja í Austurríki bréf sín og skeyti til útlanda. Að tilhlutun þýskra stjórnarvalda var loks settur vörður á landamærin til að koma í veg fyrir að íbúar þýsku grannhéraðana keyptu allar nauðsynjar sínar í Salzburg, þar sem 70 austurrískar krónur fengust fyrir hvert ríkismark áður lauk. Tollgæslan gekk rækilega fram í því að gera upptaka alla vöru frá Austurríki. Eitt var þó tollfrjálst eftir sem áður af því að ekki var til þess náð, en það var bjórinn sem menn höfðu í maganum. Og bjórsvelgirnir í Bæjaralandi höfðu daglegar gætur á gengissveiflunum til að sjá hvort hrun krónunnar myndi gera þeim kleift að drekka 5, 6 eða 10 lítra af öli fyrir andvirði 1 lítra heima fyrir. Vandfundin var ómótstæðilegri freisting en það þyrptust yfir landamærin herskarar manna ásamt konum og krökkum úr grannþorpunum Freilassing og Reichenhall til að veita sér þann munað að þamba eins mikinn bjór og iðrarum lefði. Á hverju kvöldi var brautarstöðin sannkallað djöfla díki, organdi, ropandi og ælandi kös ölóðra manna. Margir sem höfðu drukkið sig ofurölvi varð að flytja í vörukerrum út í vagnana áður en lestin hélt heimleiðis glymjandi af söng og drykkjulátum. Þessa kátu bæjara óraði víst ekki fyrir því hversu greipilegar hefndir þeir áttu í vændum. Þegar krónan fékk aftur traust verðgildi en þýska markið fór hins vegar að hrapa gífurlegar en orð fá lýst, þyrptust Austurríkismenn yfir landamærin frá sömu brautarstöðinni til að drekka sig fulla fyrir lítinn skilning. Sama sjónarspilið hófst öðru sinni þótt hlutverkum væri nú skipt. Þetta bjórstríð milli tveggja verðbólguskeiða er meðal sérstæðustu endurminninga minna því ef til vill er það ein hinn raunsannasta tákmynd þeirrar brjálsemi sem einkenndi þessi ár.
Merkilegast að þrátt fyrir einlægan ásetning mér alveg ógerningur að muna hvernig við fórum að því að sjá heimilinu farborða þessi ár, eða hvaðan í dauðanum fólki komu þær þúsundir og tugþúsundir króna, í Þýskalandi milljónir marka, sem þurfti dag hvert fyrir brýnustu nauðsynjum. En þó yfirnáttúrulegt sé þá tókst fólki þetta. Menn vöndust óreiðunni og gátu laga sig eftir aðstæðum. Útlendingur ókunnur málavöxtum mætti nú ætla að svo var komið í Austurríki að eggið var álíka dýrt og lúxusbíll áður fyrr. Í Þýskalandi kostaði það 4 milljarða marka, jafnvirði allra húseigna í Berlín áður. Það myndu konur hafa hlaupið hálftrilltar strætin með flaksandi hár, búðir staðið mannlausar vegna þverrandi kaupgetu og einkum hlytu þó leikhús og skemmtistaðir að hafa verið í auðn. En þó kynlegt megi virðast var þessu allt annan veg farið. Lífsþrá manna reyndist mega sín meir en hverfleiki fjármunanna. Þrátt fyrir fjárhagsöngþveitið var daglegu lífi lifað næstum eins og ekkert hefði skorist. Auðvitað urðu mikla breytingar á högum einstakra manna. Auðmenn sem áttu banka innistæður eða ríkisskuldabréf urðu öreigar en braskarar stórgræddu. En sigurverk mannlífsins gekk sinn háttbundna gang án þess að skeita örlög einstaklinga, engin stans varð á neinu. Bakarinn gerði brauð, skóarinn smíðaði stígvél og rithöfundurinn samdi bækur. Bændur yrtu jörðina, lestir gengu eftir áætlun, að morgni lá dagblaðið við dyrnar á tilsettum tíma og síðast en ekki síst, skemmtistaðir, vínkrár og leikhús voru yfirfull. Þegar peningarnir sem áður voru óbrigðulla verðmæti en nokkuð annað fóru dagfallandi, tóku menn einmitt að meta þeim mun meira hinn raunverulegu verðmæti lífsins, vinnuna, ástina, vináttuna, listirnar og náttúruna. Þjóðin lifði fyllra og djarfmannlegra lífi en nokkru sinni fyrr. Piltar og stúlkur gengu á fjöll og komu útitekinn heim, músíkin glumdi í danssölunum fram á rauða nótt og hvarvetna risu af grunni nýjar versmiður og verslanir. Ég held ég hafi sjálfur aldrei lifað og starfað af meira fjöri en á þessum árum. Það sem okkur var áður mikils virði varð okkur nú enn mætara. Aldrei mátum við Austurríkismenn listina meir en á þessum upplausnar árum, því við fundum auður reyndist valtastur vina að engu var treystandi öðru en hinum eilífu verðmætum í sjálfum okkur. Aldrei muni til dæmis gleyma óperusýningunum þegar harðast krefti að. Menn urðu að paufast gegnum hálfdim stræti því götuljós voru í naumara lagi vegna kolaskorts. Fyrir sæti á svölum var það reiða af hendi seðlabunka sem áður hefði numið árgjaldi fyrir viðhafnarstúku. Salurinn var ókynntur svo menn sátu frakkaklæddir og hjúfruðu sig hver að öðrum til að halda á sér hita. Þessi salur sem áður syndraði af skartklæðum og einkennisbúningum var óneitanlega dapurlegur yfir að líta. Enginn vissi hvort viðlit yrði að halda sýningum áfram vikunni lengur ef verðhruninu héldi áfram og kolasendingar færust fyrir næstu daga. Það var eins og öll von kulnaði frammi fyrir viðhafnarbrag og keisaralegum íburði hússins. Hljómsveitarmennirnir sátu eins og gráir skuggar við nótnapúltinn í gömlum og snjáðum kjólum, guggnir og bugaðir af kröm og harðrétti. Þeir voru líkastir afturgöngum í þessu vofulega húsi. En svo lyfti hljómsveitarstjórinn tónsbrotanum, tjaldið fór upp og það var mikið dýrðir. Söngvarar og hljóðfæraleikarar lögðu sig alla fram, því öllum var efst í huga að nú væri kannski runnin upp síðasta stundin í þessu kæra húsi og við vorum næmari hlustendur en nokkur sinni fyrr. Í þessum anda lifðum við lífinu, þúsundir manna, 100.000. Við neyttum allar orku þessar vikur, mánuði og ár sem allt var á heljarþröm. Aldrei hef ég fundið slíkan lífsþorsta hjá heilli þjóð, né heldur sjálfum mér sem þessar mundir þegar tilveran sjálf var í húfi, vandinn mestur að komast lífs af. Mér myndi vera ógreitt svör ef ég ætti að gera grein fyrir hvernig Austurríki fór að því að skrimta, jafnt aumt og arðrænt og landið var. Í Bæjaralandi á aðra hönd var stofnað ráðstjórnaríki kommúnista en á hina, í Ungverjalandi, hafðu bolsévikar brotist til valda undir forystu Bela Kun
og enn mér það ráðgáta hvers vegna byltingin hreyf ekki Austurríki með. Sannarlega vantaði ekki tundrið. Soltnir og tötrum klæddir uppgjafahermenn reikuðu strætin og horfðu beiskjublandnir á blygðunarlaust sællífi stríðsmangara og verðbólga spekulanta. Rauðliðasveit var undir vopnum og engin viðbúnaður á móti. Harðsnúin flokkur 200 manna hefði þá getað náð Vínarborg og Austurríki öllu á sitt vald. En ekkert alvarlegt gerðist. Aðeins einu sinni reyndi agalaus óaldarflokkur að gera upplaup, en það var bælt niður fyrirhafnarlaust af 40 eða 50 manna lögreglusveit. En kraftaverkið gerðist samt. Þetta blásnauða land hélt velli þótt rúið væri öllum gögnum og gæðum, orkulindum, verksmiðjum, kólanámum og olíubrunnum og gjaldmiðill þess væri eins og hrapandi skriða. Kannski var þróttleysi landsins fyrir að þakka, ef til vill hefur fólkið verið of dáðlítið og merklaust að berjast fyrir neinu, en kannski má engu síður rekja orsakirnar til þess styrkleika austurrísku þjóðarinnar sem minnst lét yfir sér, friðseminnar sem henni var í blóð borin. Þegar mest lá við, mynduðu nefnilega tveir stærstu flokkarnir, sósíaldemókratar og kristilegir jafnaðarmenn, samsteypustjórn, þó margt bæri í milli. Báðir slökuðu til og komu þannig í veg fyrir hrun sem hefði skekið alla álfuna af grunni. Smám saman fóru málin að skipast betur og sjálfum okkur til furðu kom það á daginn sem ótrúlegast var að þetta örkumlaða ríki stóðst raunina og bjóst meira að segja til að verja sjálfstæði sitt þegar Hitler kom að stela geði þessara þjóðar sem hafði staðist allar þrengingar af slíkri fórnfýsi og hjartapríði. Reyndar varð róttækri breytingu aðeins forðað á ytra borði, hið innra varð gjörbylting fyrstu árin eftir ófríðin. Það varð fleira að lúta í lægra haldi en herirnir á vígvellinum, þar á meðal trúin á óskeikuleg yfirvalda, en á yngri árum var okkur innrætt takmarkalaus undirgefni við þau. Var við því að búast að Þjóðverjar héldu áfram að líta upp til keisarans sem hafði svarið þess dýran eið að berjast til síðasta manns og hests, en síðan laumast úr landi þegar minnst varði, eða þá herstjóra sinna, stjórnmálamannana og síðast en ekki síst skáldanna sem börðu saman innantómt flatrím stríðið. Þegar skotreykjar svælunni létti komu spjöllin af völdum stríðsins fyrst í ljós. Hvernig átti að halda í heiðri siðalögmál sem létu viðgangast að 4 ára rán og morð væru nefnd hetjudáðir og rétting mála? Hvernig átti þjóðin að treysta loforðum ríkisvalds sem hafði svikist undan öllum vandemdari skyldum með þegna sína? Og nú hafði friðurinn farið svo í handaskólum hjá þessari gömlu klíku hinna svokölluðu reyndu manna að það tók út yfir vitfirringu stríðsins. Nú veit hvert mannsbarn, þótt sorglega fáum væri það ljóst í þá daga, að þessi friður var ef til vill einstæðasta tækifæri sem hinum siðrænu öflum hafði gefist í veraldarsögunni. Wilson gerði sér grein fyrir þessu. Hann sá fyrir sér varanlegt og raunhæft alþjóðabandalag og lagði á ráðin það. En gömlu hershöfðingjarnir, stjórnmálamennirnir og hagsmunahóparnir rifu þessa miklu áætlun niður í tætlur. Hið mikla og heilaga fyrirheit sem þjóðum heimsins hafði verið gefið það að þetta stríð yrði síðast allra, hafði knúið bugaða, uppgefna og örvilnaða hermenn til að leggja fram síðustu krafta sína. Þessu fyrirheiti var nú á kaldrifjaðan hátt fórnað fyrir hagsmuni vopnaframleiðanda og pólitískra glæframanna sem höfðu hinar viturlegu og mannúðlegu kröfur Wilsons að skálkaskjóli til að halda áfram sínu óheillavænlega baktjaldamakki. Þótt heimurinn sæi ekki í gegnum allan blekkingavefin, var honum ljóst að hann hafði verið svikinn í tryggðum. Allir voru dregnir á tálar, mæðurnar sem höfðu fórnað börnum sínum, hinnir þjóðhallu kaupendur stríðskuldabréfana og eins allir þeir sem höfðu gert tryggir að trúa loforðum valdhafana. Öll vorum við svikin, við sem hafði dreymt nýjan heim með betri skipan mála, en sáum nú sömu glæframennina byrja gamla taflið tilveru okkar og framtíð, auðnu og eignir. Var nokkur furða þó unga kynslóðin var í full beiskju og fyrirlitningar í garð feðranna sem höfðu fyrst tapað stríðinu og síðan friðnum. Mannanna sem hafði farist allt jafn óhönduglega
ekkert séð fyrir og skjáttlast í hvívetna. Var ekki ungu kynslóðinni vorkunn þótt henni hyrfi öll virðing fyrir þeim? Þessi nýja kynslóð treysti hvorki framar foreldrum, stjórnmálamönnum né fræðurum. Hver einasta fyrirskipun og tilkynning stjórnarvaldana var tortryggð. Eftirstríðskynslóðin lagði fyrir róða allt sem áður taldist gott og gilt og sneri baki við allri erðavenju, staðráðu í að taka örlögin í sínar hendur, segja skilið við því liðna og fleygja sér í fang hins ókomna. Nýr heimur með allt aðra skipan á öllum sviðum mannlífsins átti að rísa með þessari kynslóð og sem vænta mátti voru öfgarnar hóflausar framan af. Allir og allt sem eldra var taldist úrelt. 11 og 12 ára börn sem venja var til að ferðuðust í fylgd foreldra sinna lögðu nú land undir fót í flokkum farfugla og fóru allt út á Norðursjó og suður á Ítalíu, rækilega uppfrætt kynferðismál. Í skólum voru sett nemendaráð að rússneskri fyrirmynd, höfðu þau eftirlit með kennurum og kollvarpuðu námskráni því börnin voru staðráðin í að læra það eitt sem þeim þóknaðist. Sérhverju hefðbundnu formi var umturnað af einskerri uppreisnargleði, menn risu jafnvel á móti lögum náttúrunnar gegn hinni eilífu tvískeitni kynjanna. Stúlkur tóku upp drengjakoll og þekktust ekki frá piltum, en ungumennirnir rökuðu af sér skeggið til að vera kvenlegri ásýndum. Kynvilla karla og kvenna varð mikill siður, ekki af innri hvötum, heldur í mótmælaskyni við hina arfhelguðu, lögbundnu og eðlilegu form ástarlífsins. Í öllum tjáningarmyndum mannlegrar tilveru var keppst við að gera róttæk yfirboð, auðvitað ekki síst í listum. Málaralistin nýja lýsti úrelt allt sem Rembrandt, Holbein og Velázquez höfðu gert og hóf hinar taumlausustu tilraunir með vinnubrögðum kúbista og surrealista. Hið skiljanlega var allstaðar gert útlægt, laglínan í tónlistinni, svipmótið í andlitsmyndinni og merkingin í málinu. Ákveðni greinirinn var lagður niður og hausavíxl höfð á allri setningaskipan, menn skrifuðu í skeytastíl, bratt og þvert með nasbráðum upprópunum, en það var kastað á haug öllum bókmenntum sem ekki voru raunhæfar, með öðrum orðum ekki fullar af pólitísku trasi. Tónskaldum var mest í mun að búa til ný tónkerfi og þverbrutu allar reglur, arkitektar umhverfðu húsunum og sneru inn því sem áður vissi út. Í dansi mátti valsinn þoka fyrir nýju spori frá kúpumönnum og negrum. Klæðatískan var fundið í svo margskonar ankringishátt og var aðalatriðið að vera sem fáklandastur. Á leiksviðinu var Hamlet færður í kjólföt og reynt var að umturna öllu með nýstárlegum tæknibrögðum. Á öllum sviðum hófst tímabil taumlausustu tilrauna, menn vildu í einu heljarstökki geysast fram úr öllu sem áður var unnið og afrekað. Því yngri sem maðurinn var, þeim minna sem hann hafði unnið, því betur var honum tekið, að því slíkur maður var óháður allri erðavenju. Á þennan hátt kom æskan loks fram grimmilegum hefndum á veröld forfeðra okkar. En í þessum hrunadansi fannst mér ekkert grátbrotslegra en að sjá ýmsa menntamenn af eldri kynslóðinni sem urðu svo slegnir ótta við að dragast aftur úr og verða taldir gamaldags, að þeir tóku á sig hálfgert villimannsgerfi og reyndu að haltra í fótspor hinna ungu inn á augljósustu refilstigu. Grandvarir og vamlausir akademíuprófessorar með hærur í skegginu tóku uppstillingar sínar sem nú voru ósenjanlegar og máluðu ofan í þær keilur og teninga, en ungu safnstjórarnir voru þeimun eftirsóttari en þeir sem voru yngri, kölluðu allar aðrar myndir hefðbundnar og tóku þar ofan af veggjunum og læstu niðri í kjallara. Rithöfundar sem höfðu áratugum saman ritað móðurmálið blátt áfram og skilmerkilega fóru nú að fylgispekt við tíðarandan að kuppa sundur málsgreinarnar og skrifa raunhæft allt hvað af tók. Værukæri karlar með kammerráðsnafnbót stigu í stólinn og predikuðu marxisma, gamlar hirðdansmeyjar dönsuðu sig úr augnakörlunum nærri kviknaktar eftir Appassionata Beethovens og Verklärte Nacht eftir Schönberg. Allstaðar var ellin á þönum eftir keipum tískunar, nú var öllum það mest í mun að vera ungir og finnast bráðast upp stefnu væri alveg ný af nálinni og enn róttækari en sú sem var efst á baugi í gær.
Þetta voru lausbeislaðir og ólíkindafullir tímar. Því gjaldeyrishrunið kom róti á öll verðmæti önnur í Austurríki og Þýskalandi. Þetta var tími algleymis hrifningar og argasta loddaraskapar, fáheyrt sambland af óþreyju og ofstæki. Alls konar annarlegar kenningar óðu uppi, guðspeki, launspeki, andatrú, dáskyggni, anthroposófía, lófalestur, rithandarfræði, jóga og paracelsisk dulspeki. Menn voru sólgnir í allt sem var æsandi, svo sem alls konar eiturlyf, morfín, kókaín og heróín. Í leiklist þótti vart bragð af öðru en syfjaspellum og föðurmorðum, í stjórnmálum voru kommunismi og fasismi lausnarorðin, aftur á móti var bannsungin öll hófstilling og allur meðalvegur. En ekki vildi ég hafa farið á mis við þessa upplausnar tíma, hvorki úr lífi mínu né þróunarsögu listanna. Eins og andlegum byltingum títt, sást hún lítt fyrir í upphafi hún lét gamminn geisa, en hún feikti burt stöðnuðu lofti arfhelgaðrar venju og veitti ýmsu langþráða útrás. Þessar fífldjörfu tilraunir skildu margt verðmætt eftir þrátt fyrir allt. Svo forviða sem við urðum yfir öfgunum, töldum við okkur ekki heimilt að setja okkur á háan hest og fordæma þær, því að í rauninni var þessi æskulíður, þó bráðlátur væri, að bæta fyrir það sem okkar kynslóð hafði vanrækt fyrir hik og tómlæti. Þegar alls var gætt, bauð honum réttilega í grun að það sem við tækið að stríði loknu hlyti að vera harla frábrugðið liðinni tíð. Voru það ekki einmitt nýjir tímar og betri heimur sem við hinir eldri höfðum þráð heitast bæði fyrir stríð og á styrjaldar árunum? Ekki því að neita, en í stríðslokin sannaðist enn á ný dáðleysi okkar eldri mannanna að okkur skildi ekki takast í tíma að efla alþjóðasamtök gegn hinni háskalegu stefnu sem heimspólitíkin tók. Meðan friðarsingið satt, hafði Henry Barbusse, sem þá var orðinn heimsfrægur fyrir skáldsögu sína Le Feu, reynt að sameina alla andans menn Evrópu að bera sáttarorð milli þjóðanna. Samtök þessi skildu nefnast Clarté, hinir glöggskyggnu, og þar áttu rithöfundar og listamenn allra landa að ganga í fóstbræðralag til varnar gegn því að þjóðir heimsins yrðu framar ræðar saman. Barbusse hafði falið okkur reyni síkkulega í sameiningu fórystu þýskudeildarinnar og þar með lagt okkur mestavandan á herðar því beiskjan yfir Versalasamningunum logaði enn undir í Þýskalandi. Það horfði ekki vænlega að eiga að vinna málsmetandi þjóðverja á band alþjóðahyggju í menningarmálum, meðan rínarhéruðin, Saar og brúarsporðurinn við Mainz voru setin erlendum herjum. Allt það myndi hafa tekist að koma slíkum samtökum á fót, eins og Galworthy sannaði síðar með stofnun Pen-klúbbsins, ef Barbusse hefði ekki brugðist trúnaði okkar. Barbusse fór til Rússlands afdrifaríka för, því að sá hrifningar eldmóður sem hann átti þar að mæta hjá landsliðinum sannfærði hann að borgaralega lýðræðisríki væri ófær að koma í kring sönnu bræðralagi þjóðanna, slíkt alheims bræðralag væri óhugsandi nema undir merkjum kommunismans. Svo lítið bara á reyndi hann að gera Clarté að verkfæri í stéttabaráttunni, en við hinir gátum ekki fallist á slíka vendingu til vinstri, því hún hefði óhjákvæmilega dregið mátt úr samtökunum. Þannig hrundi þessa gagnmerka fyrirætlun í rústir fyrir örlög fram. Í baráttunni fyrir andlegu frelsi höfðum við enn einu sinni brugðist vegna ofur ástar á persónulegu frelsi og sjálfstæði. Þá var sá einn kostur fyrir hendi að vinna sitt eigið verk í kyrrþey. Í augum expressionista, mér leyfist að segja excessionista, var ég 36 ára gamall maðurinn í rauninni safnaður til feðra minna, þar sem mér hafði láðst að apa tískutilburðina. Fyrri verk mín voru mér ekki lengur að skapi. Ég lét ekki endurprenta neina af bókum mínum frá fagurkeratímabilinu. Mér var vegur einn að taka upp nýjan þráð og doka við uns hólskefla allara þessara isma væri riðin yfir. Ég átti auðveldara með að draga mig í hlé fyrir það hversu gersneittur ég var persónulegri metnaðargirni. Ég byrjaði nú að bókaflokknum Höfuðsmiðir heimsins, beinlínis vegna þess að ég sá fram á að vera bundin því verki árum saman
og ég skrifaði sögur eins og amok og bréf frá ókunnri konu án þess að láta bókmenntatískuna neitt á mig fá. Landið og umheimurinn fóru smám saman að komast í samt lag og þá var mér ekki lengur stætt á því að allt sem ég fitjaði upp á var í bráðabrigða sísl. Ég var komin á miðan aldur, mér var ekki lengur nóg að lofa góðu, nú gilti að efna fyrirheitin og sanna getu sína, ætla að leggja upp laupana fyrir fullt og allt.